sjaldnast. Og eins og kom fram hér áðan, þá höfum við fengið hingað til okkar Ingólf Sveinsson geðlækni og Gunnar Kvaran tónlistarmann. Ingólfur, við myndum kannski byrja á þér. Hverjir eru algengustu streituvaldar á Íslandi? Ég ætla að byrja á því að segja kaffi. Það svo óhemju algengt og gífurlega mikið drukkið af því og fólk setur svo mikið af því í sig án þess að hafa hugmynd að það mjög kröftugt lyf sem eykur spennu. Það í raun og veru ekki með ólíka verkun eins og amfetamín. Annað lyf sem gjarnan notað með kaffinu nikótín, það að segja tóbak. Það annað kröftugt lyf. Nú en ég vil nú ekki skella allri skuldin á kaffið, heldur vil ég held ég nefna algenga tilhneigingu Íslendinga til þess að virða ekki hvíldartíma. Við erum búin að heyra hérna í skýrslunni talað vinnuálag og vinnutíma sem sannarlega mikið mál. En sá sem vinnur mikið, hann þarf að fara mjög skynsamlega með sinn hvíldartíma. Alveg eins og sá sem siglir krappan sjó þarf að fara gætilega. Já. Nú dálítið athyglisvert að í þessari skýrslu kemur fram að konur hafa bætt við sig miklu meiri vinnu á síðustu árum en karlar. Og það talað þó að sé ekki mikill munur að þá kvarti karlmenn aðeins meira. Finnur þú mun á konum og karlum sem koma til þín vegna streitu álags? Ég veit ekki alveg hvað ég á að segja. Það koma bæði konur og karlar og það mikið af þeim körlum sem koma, það eru vinnuþjarkar sem eru búinir að keyra áfram lengi og annast sig ekki vel og eru svo allt í einu orðnir eiginlega ófærir. Einbeitingarhæfnin farin að bila, svefnin farin að bila og eitthvað svoleiðis. Konurnar eru kannski vanar því að hafa vöðvagigt árin út og inn og þetta orðið næstum því bara eins sjálfsagt eins og það var sjálfsagt í gamla daga að allir væri með lús. Og fólk verður þannig vant þessu og samdóina þessu og þekkir ekki sín streitu einkenni. Ég veit nú ekki hvort ég svaraði nokkuð. Já. Hvaða þjóðfélagshópum er hættast við streitu? Náttúrlega ekki hvað síst fólkinu sem að lenda í gjaldþrotunum því þegar það fer að hugsa vandræðin sín þegar vinnudeginum loksins lokið, ef það þá að vinna ennþá og svo andvaka yfir því. Ef það þjóðfélagshópur, það nú alveg rakinn hópur. Kennsla erfitt starf, það andlegt starf, það starf sem hefur mikið með mannleg samskipti að gera og það mjög mikið ábyrgðarstarf. Og það heimavinna sem fylgir því og svo hún, segja kennararnir þannig launuð svo vinna að það þarf að vinna annað starf með. Ég veit ekki hvar ég ætti að stoppa. Ég get rétt ímyndað mér að stjórnmálamenn séu alveg sérstaklega í gullmerki. Nú talið að streita í hófi sé jákvæð. Hvernig skilgreinur það og hvenær streita orðin vond? Ég hef nú aldrei haldið þessu fram að streita í hófi sé jákvæð en við erum útbúin með þessum stórkostlega álagsgír að geta gefið í þegar mikið liggur við. Og það ómetanlegt að eiga hann. Við afkastum meira, við erum skýrari og jafnvel skarpari ef við erum hæfilega stressuð og komum meiru í verk. Og sumir segja að þeir séu aldrei í stuði eins og kallaðir nema þeir séu svona léttstressaður og helst í tímahraki. Ég segi að þetta sé bara slæmur lífsmáti og slæmur vinnumáti. Við skulum bara minnast þess hvernig flugstöðin góða var reist. Hún var reist í tímahraki rétt fyrir kosningar og reikningarnir eru enn að þvælast fyrir okkur. Allt í skipulagsleysi og vitleysu. Já, nú streitunni skipt upp í streitustig, ekki svo? Það mjög heppilegt að gera það, jú. Já. Og ég hef nú skiptingu í 6 stig. Á ég kannski að fara yfir þau? Já, það verður mjög gott. Fyrsta stigið þá í raun og veru bara
það stig að vera í tímaþröng. Til dæmis próflestur ágætis dæmi það, við þekkjum það öll. Við afköstum þá meira en venjulega og það svona vægt kvíða og spennu ástand og afköstin verða góð. Ef við lærum það að vera alltaf í tímahraki í vinnunni okkar, þar sem að aldrei koma frí eins og skólafrí, þá fáum við líkamlega einkenni eftir nokkur ár og fyrstu 3 líkamlega einkennin á öðru stigi eru vöðvaspenna, gjarnan í öxlunum hérna, hér í öxlunum, upp í hálsinn, spennu höfuðverkurinn sem eins og þétt band yfir höfuðið, þyngsla tilfinning bak við augun og þreyta. Þá það meltingarfærin sem að byrja að kvarta næst og léttur niðurgangur og magasáreinkenni. Menn ganga með magasýrutöflurnar sínar í vasanum. Hjartsláttarónot 3. líffærakerfið sem byrjar að kvarta. Við skulum minnast þess að við höfum velgerðan líkama og þessi líffæri ganga gjörsamlega þegjandi og láta ekkert af sér vita ef við erum heilbrigð, en þegar spennan fyrir að verða viðvarandi þá fara við að kvarta. 3. stig, þá bætist við svefntruflanir og þá vex streitan hratt af því að langvarandi streita í raun og veru þreyta. Það innstilling á stöðugt álag. 4. stig ótrúlega algengt hjá fólki sem stjórnar stórum fyrirtækjum og í miklu erfiði. Það fólk sem komið með slæfða einbeitingu, býr við stöðugan verkkvíða, vaknar snemma á morgnana til að kvíða fyrir deginum, vaknar gjarnan við vondan draum miðja nótt og á erfitt með að vera innan mannað fólk af því að það finnur fyrir stanslausum kvíða hérna einhvers staðar, hnút í maganum og svoleiðis. Nú ef ég held svo hratt yfir þetta þá kemur þunglindi, þegar kvíðin orðin stöðugur og lengi þá kemur þunglindi smá saman og dofi í höndunum. Þegar allt komið í þrot og maður orðin óvinnufær þá stanslaus hjartsláttarónot sem maður finnur stöðugt yfir öndun, maður nær ekki djúpandanum og hættir að geta sinnt nokkru starfi og meiri sé að kaffi dugar ekki til að hressa eða sígaretturnar eða neitt og maður nær svona 2 tímum á svefni og vaknar upp með andfælum. Þetta ekki neitt gæfulegt. Nei, þetta ekki fallegt. Gunnar, nú varst þú orðin illa haldin streitu. Hvernig byrjaði þetta hjá þér? Þetta nú svo langt síðan, ég bara man þetta varla. Já, ég skal nú reyna. Þetta var, það eru minnst kosti 4-5 ár síðan þetta var, að ég lenti í þessu og ég var einn af þessum óheppnu einstaklingnum sem gerði mér ekki ljóst að ég yrði að túlka rétt þessi einkenni, bæði sálarleg og líkamleg einkenni og þess vegna hélt ég bara áfram. Nú þessi einkenni, Ingólfur nú búinn að lýsa þessu mjög vel og allt þetta nú satt og rétt og ég minnist þess að ég fór að eiga erfitt með svefn. Það byrjaði eiginlega þannig fannst mér og þegar að svefnin fyrir að vera erfiður, það maður sefur og lítið, þá eins og allt verði erfitt. Þá sér maður alla tilveruna og allt sitt líf í gegnum svona svart ský eiginlega. Og nú svo náttúrulega þetta fór svona stigverstandi en ég hélt bara mínu striki og ég hélt að þetta væri bara svona einhver drungi sem þurfti að hrista af sér og þess vegna vann ég bara meira og það akkúrat þetta sem maður má ekki gera. Bíta í jaxlinn og halda Bíta í jaxlinn og bara við hljóði, sko það má ekki sýna á sér neitt bilbug, heldur halda ótrúður áfram. En ég held að það sé afskaplega mikilvægt að þegar að fólk fer að finna fyrir þessum einkennum, sem sagt eins og Ingólfur var að lýsa bæði svefntruflunum, nú verki í maga, kvíða, eymslum í vöðvum og alls konar svona, fólk þurrt í munninum og allt þetta, þá held ég nefnilega að fólk verði virkilega að taka þessi einkenni til greina og gera eitthvað í þessu. Ekki halda að þetta sé bara einhver vitleysa, því að öll þessi tákn sem við fáum, þau eru raunhæf. Hvað var það sem þú gerðir á þeim tíma? Já, eins og ég sagði áðan, þá var ég svo illa að mér að ég keyrði mig áfram og hélt áfram. Þangað til allt var komið í óefni. Og ég var komin, ef ég hefði haft vit á því, ef ég haft reynslu að þessu áður, þá hefði ég stoppað miklu fyrr. Og þá hefði ég ekki farið eins illa út úr því eins og raun bara vitni. Hefðirðu þá leitað aðstoðar fyrr? Þá hefði ég leitað aðstoðar miklu fyrr, já.
ábyggilega. Hvernig í dag? Hvernig hefur það í dag? Hvernig líður þér? Alveg mjög vel, bara alveg sérstaklega vel. Og ég bara svo þakklátur fyrir það hvað mér líður vel vegna þess að ef að fólk hefur lent í þessu illilega, þá getur maður ekki í því ástandi gert sér í hugarlund að maður muni nokkuð tíman verða jafn heill. En hérna, auðvitað hefur þetta ekki komið að sjálfu sér að mér líður vel í dag. Nei. Ég hef vorið að leggja hart að mér, ég hef vorið að byggja mig upp og sérstaklega til að byrja með þegar maður losnar og svona, þá verður maður að hafa þolinmæði. Maður verður að gera þetta smán saman og það hefur tekið mig ykkur að segja nokkur ár að ná til dæmis fullu vinnuþreki. Hvað gerirðu í dag svona í stuttumáli til þess að halda þessu frá þér? Já, ég geri ýmislegt. Ég geri æfingar, leikfimiæfingar sem ég hef sjálfur. Svo geng ég. Ég nýlega farin að fara í sund sem ég finnst líka mjög gott. Og svo hugleiði ég þar að ekki. Svo ég reynir svona að gera ýmislegt til þess að halda mér í formi. Ég held að það sé nauðsynlegt. Við ættum kannski að heyra í fólki á förnu vegi áður en lengra er haldið. Það er ekki allir tilbúnir til að viðurkenna að þeir eigi við streitu að stríða, þó svo skýrslur bendi til annars. Við fórum í bæinn í morgun og hittum kannski nokkra dæmigerða Íslendinga. Hvernig hefur álagið verið á þig núna fyrir jólin sambandi við streitu? Það er búið að vera alveg gífurlegt. Meira vinnu hef ég aldrei lent í og mikið álag. Ég er búin að vera í búð held ég 30 ár má segja, en ég hef aldrei lent í öðru eins. Þessi jól hafi ekki verið nýtt frábröðu fyrir okkur, ekki persónlega, en náttúrulega ytri aðstæður náttúrulega fara svona út undir mann, þar sem alltaf verið að benda á erfiðleika hér og erfiðleika þar og vitum það að mislaðar hendur á mörgum stórum hlutum og víða. En fyrir þessi jól hafi verið okkur afskaplega hagstæð, þannig að við slappa vel af og átt góðan tíma. Þið hafið ekki fundið mikið fyrir streitu þá í kringum þessar hátíðar? Nei, ekki neitt. Nú ert þú hérna með 3 börn lítil. Hefurðu fundið mikið fyrir streitu og álagi í kringum þessi jól? Nei, alveg sérstaklega lítið fyrir þessi jól. Ég bara hef verið heimaverandi og tekið þessu mjög létt. Bara hugsa fyrir að undirbúa börnin fyrir jólin. Hvernig hefur það gengið fjárhagslega? Náttúrulega mjög lítið úr að spila þannig séð sko, þegar maður er heimaverandi. En við höfum bara tekið þessu létt. Saumað fyrir jólin og bara haft það gott með börnunum. Hefur þú fundið mikið fyrir streitu og álagi núna fyrir jólin? Ég leita ekki að hafa áhrif á mig. Því ég leitað innri frið til þess að koma að sjá öllu slíku því það eyðileggur bara heilsuna. Hvernig fer það því? Ég hef trú og ég reyni að þroska sjálf mig og leita frið. Það er það sem hjálpar mér í gegnum allt. Hvort sem er veikindi eða streita. Aldrei sem vant, þá var það bara engin stressa. Síðust jól var það mikið verra. Bara með hálfsmess og daginn fyrir innkaupa svoleiðis. Það gekk bara alveg eins og í sögu. Þannig að ég bara hvíldi mig mjög vel og hafði það bara mjög gott. Hefur þú fundið einhverju auka streitu yfir jólin? Já, vissulega, ég fann fyrir því. Já. Hvernig líst það sér? Já, bara vinnan er mikil og fólk er þreytt og langþreytt á ástandinu, að sjálfsögðu. Ég var reyndar að vinna eins og mikið svona í desember framan af, en svona þegar jólanum kom þau sem ég myndi bara gera það sem ég náði og vera ekkert að stressa mig á neinu svona eins og ok, ég náði ekki jólakortunum í ár en ég geri þau bara núna svona í róleitum. Ég er svona vona fólk skilji það. Ég býði sömu streitu allir aðrir og líkamlega þjáningu og allt sem maðurinn hefur, en ég veit allt tekur enda. Ég hef þetta ljós framöndan sem að fyrir mér er kristin trú og það sem Drottinn hefur gefið okkur. Ég hef alveg sama öryggisleysi og taugaástyrk og allir aðrir, en ég hef þetta framöndan og ég veit að það læknast allt. Mér finnst bara ofboðslega mikið streita í þjóðfélaginu í dag og stressa fólki og áhyggjur og alls konar. Finnst þér að vera meira í kringum þennan árstíma heldur en ella? Já, kringum jólin. Já. En ég veist að veðrið hjálpi nú til núna. Eina álagi sem er ámann í desember það eru peningaáhyggjur.
Því að venjuleg verkamannalaun í dag, þau leyfa það ekki sem haldið þessu jól í dag. Það má ekkert út að bera, þá fer fjárhagurinn í jafnvægi. Streita, því að hún bara svona andlegt farg sem að hleðst ofan og bætist bara sífellt við. Maður losar þetta ekkert út og svo bara safnast þetta fyrir. Ætlar ekki að gera neitt í þessu? Jú, ég ætla að drífa mig hérna upp og borga hérna nokkra reikninga. Þú sér það, ég föstulaunni á mér 54.000 og þú getur ímyndað hvort það er hægt að halda jól fyrir 54.000. Það má ekkert út að bera. Já, flestum ber saman að streita geti komist á allhátt stig áður en að fólk áttar sig og fyrir að glíma við vandann. Hvaða einkenni eigum við að skoða sem hættumerki finnst ykkur, Gunnar til dæmis? Þannig að við notum það sem viðvörunarmerki. Sko það náttúrulega kemur ýmislegt fyrir í lífinu sem veldur streitu. Við slum segja að það sé nemandi sem þarf að fara í mikið próf. Og þá náttúrulega kvíður þessi nemandi að öllum líkindum fyrir þessu prófi. Og nú hann fer í gegnum prófið og hérna þá ætti þessi streita að vera búinn en hins vegar við slum segja að þetta tæki nokkra daga. Það er eðlilegt en ef þessi streita heldur áfram, hún er viðvarandi og sérstaklega ef að kannski viðkomandi getur ekki almennilega gert sig grein fyrir af hverju hún stafar. Hann getur ekki fundið neina sérstaka ástæðu fyrir því. Þá finnst mér vera komin yfir þau mörk sem verða telast eðlileg. Ingólfur, hvað myndir þú vilja segja svona í lokin að væru mörkin? Hvenær myndir þú vilja helst fá menn til þín til viðræðu eða til ráðgjafar? Þú vildur náttúrulega helst sleppa við að fá menn til þín. Ég vil bara alls ekki fá fólk til mín. Ég hef nokkur 100 kilometra biðlista sem ég finnst alveg hræðilegur. En þannig að við erum búin að heyra Gunnar lýsa þessu. Gunnar telst vera vel menntaður Íslendingur. Hann lendir samt í þessum blindgötum og veit í raun og veru ekki hvað er að gerast. Og það er nokkuð sem ég finnst alveg óviðunandi að við sem svona vel menntað fólk þekkjum þetta ekki. Við erum flest bílstjórar og við þekkjum það að ef smurningsljósið logar þá eigum við að stoppa og bremsuljósið og við eigum að virða þessi ljós því annars lendum við beint í vandræðum. En við keyrum beint áfram þó við séum með höfuðverk, þó við séum með vöðvagigt eða þó við séum hætt að sofa almennilega. Þannig að þetta eru fyrstu merkin hjá flestum. Vöðvaspenna, höfuðverkur og truflaður svefn. Hvert getur fólk leitað? Fer það á það að fara til heimilislæknis? Þeir sem eru komin með höfuðverkin og vöðvagigtina án þess að hafa truflaðan svefn þurfa einfaldlega að hætta að drekka kaffi. Þeir þurfa að fara að sofa 2 tímum fyrr eða 1 klukkutíma fyrr, sofa 8 tíma. Þeir þurfa að stunda einhvers konar líkamsrækt. Ég held við þurfum það sem lifandi dýr að stunda líkamsrækt minnst 3 í viku, hálftíma í senn. Við heyrðum Gunnar segja þetta allt saman. Hann talaði eins og vel menntaður maður sem veit hvernig á að halda sér í góðu formi. Við getum ekkert búist við því að halda heilsu án þess að gera þetta. Hvað á ég eiginlega að segja meira? Og virða gömul gildi eins og það. Þetta, sofa vel. Við erum hönnuð eftir sólinni. Við eigum að sofa meðan myrkrið er miðað við tempraðabeltið. Við þurfum að greiða skuldir okkar og safna ekki endalausum skuldum og hafa áhyggjur af þeim. Verðbólga er eitthvað mest streituvekjandi fyrirbæri sem til er. Það er að lifa í spennu og ójafnvægi. Líkamsrækt og góð hvíld, þetta tvennt dugar venjulegum manni. Þá held ég við verðum að láta þetta vera síðustu orðin í kvöld þó að það væru fleiri spurningar sem ég hefði gjarnan viljað fá svarað hérna en það verður að bíða betri tíma.